Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að fjalla aðeins ISIS eða ISIL eða hvað þið viljið kalla þetta fyrirbæri. ISIS er svona afkvæmi Al-Qaida. Við samsæringar vorum búin að fletta ofan af Al-Qaida og tengslum CIA og Mossad og allir þessu viðbjóðs leynistofnunum og allar Al-Qaida var stofnað upphaflega sem CIA deild. CIA stofnaði hann í upphafi og ISIS eða ISIL eða hvað nýja nafnið og kennatalan heitir er sem sagt liðið sem að tekur við þessu vonda verki sem Al-Qaida var að vinna. Og þetta eru myrkraöflin sem að er að vinna þetta eru Black Ops eða svarta aðgerða dæmið, allt saman kolólulegt og Vesturveldin og NATO er á kafi í þessu. NATO er alveg siglandi út allan heim og tekur fullan þátt í þessu öllu og þar með við og við fjármagnum þetta, það er þú sem borgar þetta. Sko, ISIS er náttúrulega alveg stórhættuleg samtök og þeir hafa fengið gríðarlega mikið af vopnum og þeim er leyft að komast upp með alls konar hluti, til dæmis í Írak. Þeir keyrðu bara frá Sýrlandi til Írak þannig að nokkuð truflaði og það var búið til pláss fyrir þá í Írak og skilið eftir fullt af dóti handa þeim. Þannig að þetta er lið sem að er, eins og ég nefndi í síðasta vídeói, þá er þetta á Gaza, þetta er til þess að augra fólki í heiminum. Og ISIS er það sama. Sko, einhver sem er í hernaði, hann hefur engan áhuga á því að vera að krossfesta fólk og vera með einhverjum sýningar í kringu það þegar þeir eru að drepa fólk. Það er þá einhver stærri pólitískur tilgangur þar á bakvið og það heitir Problem Reaction Solution aðgerðir. Og þið sjáu núna eftir að Gaza er búið að vera í gangi í öllum fjölmiðlum, þá er fólk bara, já, það verður bara að gera eitthvað, það verður eitthvað að stoppa Ísrael, það verður bara eitthvað að gerast. Það heitir Problem Reaction Solution. Þessi þjóðamorð og slátrun á almennum borgurum er gerð til þess að ná fram ákveðnum pólitískum markmiðum og þessi öfl þurfa að þjappa meira greinilega valdi í Sameinuðu þjóðunum og NATO og Ameríka náttúrulega, það er búið að opna landamærin að Ameríku, þar streymir inn bara 20.000 ef ekki milljónir manna, ýmist veikir af Ebola eða bara þekktar glæpaklíkur og glæpamenn. Þannig að Ameríka er undir gríðarlega mikill árás núna líka og þetta er allt saman að fara í klessu. Það sem er svo merkilegt hins vegar að það verið vera Rússar og Kínverjar, Brasilía, Argentína, fullt af svona löndum eru bara, wow, stopp. Þessum sturluðu NATO, þetta verðist vera reyndar aðeins einangra við okkur hérna á Vesturlöndum og Rússland verðist hafa, þeir voru náttúrulega með í upphafi. Það verðist vera að Rússar séu mjög óþekkir og meira að segja Tyrkland, sko, Tyrkland er bara fósettin þar að gera ótrúlega hluti, sko. Hann bara setti lögbann á að lyfjafyrirtækin fengi bara vasast þarna eins og við sýnist og hann er búin að setja stopp á ákveðna bankastarfsemi og hann er bara að gera ótrúlega hluti. Þannig að menn annars staðar í heiminum er að sýna svolítið tennunar á móti þessu IMF liði hérna sem við erum undir stjórn á til dæmis. Þannig hér á Vesturlöndum er allt að fara í vitlis og klessu
og og Úkraína er náttúrulega hluti af því. Þar er á Human Rights Watch, þið getið fundað líka á YouTube síðunni þeirra, þá farið á YouTube, að þar er fjallað Úkraínu og þeir sem sagt fóru sjálfir til Úkraínu, það sem var bara, það er stríðsglæpur sko að skjóta bara úr fallbyssu yfir íbúðasvæði, það sé ekki miðunarkerfi, og Human Rights Watch fór þarna á staðinn og rannsakaði þessar sprengjur sem var dreitað þarna yfir, og við vitum að fjölmiðlunar heima á Íslandi og hérna í Skandinavíu og allra Evrópu eru strax búin að segja að Rússar gerðu þetta, en Human Rights Watch er búin að rannsaka þetta og segja það er stjórnarherinn í Úkraínu sem að framkvæmdi þetta, og og sem er alltaf sorglegt að okkar utanríkisráðherra og valdstjórnin okkar er að fara til Úkraínu og sleikja raskatið á stríðsglæpamönnum þar, og þannig að ISIS er, og svo þetta er allt saman bara leikrið, þetta er svo mikið vitleysa sko. Þetta er bara svona standard sýning fyrir fávitana sko, sem ná ekkert að tengja neitt sko, þeir vita, fólk veit hlegir rosalega mikið þessari teikningu sem ég held að byrta, fólk nennir ekki einu svona að skoða þessa teikningu sko. Við fekk eitthvað komment að bara þessi teikningun var eitthvað rugl og bla bla bla, sko, þessi teikning var teiknuð upp af Insider, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað það var, en þetta er teikning sem að gamall maður sem var hættur að vinna, hann kemur frá leyniþjónustunum, þannig að þessi teikning er teiknuð upp af Insider, og til þess að fræðast ISIS þá mæli ég með, ég mun setja náttúrulega linkana hér undir eins og ég ger alltaf, og mæli ég með viðtölum við þessa stelpu Syrian Girl, ég man nú ekki hvað hún heitir, en þessi stelpa hefur, eða kona, þetta er nú kona sannlega, hún hefur verið mjög nákvæm í því sem er að gerast, og þannig að það er allt í gangi. ISIS er þekkt stærð, við vitum nákvæmlega hvað er í gangi þarna, þetta er blekkingastarfsemi til þess að fá, þetta er svona Problem Reaction Solution, það er verið að fá svo, já sjáu þið, þeir ætla bara að yfirtaka allan heiminn, sjáu þetta ætla bara svo að taka yfir hérna og hérna, já, við þurfum bara að senda NATO hér og sprengja þetta og sprengja hitt, þetta er bara blekkingar, og Ísland ætti að reyna að segja sig úr NATO, ellegar lýsi yfir að íslensk stjórnvöld eru með seg í þessu öllu. Ég mun fjalla nánar ISIS, þið megi búast við áframhaldandi leiksýningum þaðan, sem að því miður fullt af fólki raunverulega tapar lífinu, en þeir eru hluti af þessu, og ISIS er þjálfað upp af sérsveitum Bandaríkjanna og NATO og landana og þessara Ísrael, og ISIS það er mikið af fólki frá Guantanamo og Abu Ghraib sem er í ISIS, sko Abu Ghraib og þessa pyntingabúði sem reknar hafa verið að hluta til búna til þess að búa til sturla fólk, til þess að beita í þessum aðgerðum Þannig að takk fyrir komuna og Guð bless ykkur.